Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur. Herðu hérna Okay. Það ég Okay. Svona þetta, þú varst klár með þessi 5 atvikarna. Já. Sko, við fyrir B, C, D, E og hvað er þetta? F-riðil sem við erum farið í núna. Já. B, C, D, E og F-riðil. Gerum aðeins upp þess að helgi líka. Það er ekki alveg hægt að skipa þessum íslenska bolta. Ég ætla að byrja honum frekar en að byrja á honum. Já. Okay. Klára bara íslenska. Bestuna á byggarinn. Já, þetta voru hérna... Svo náttúrulega er hérna... Já, staðfesting á að búið Reykjavíkur. Já, staðfest þetta alls saman. Þannig að við byrjum bara þáttur eftir svona 1 mínútu. Við erum náttúrulega orðinir live, þannig að það var einn að láta mig vita eins og hann ræddur að við myndum segja eitthvað. Þið eru live! Við varum ekki vissir. Það er nýtt dock-tilboð komið aftur inn núna. Þannig að það er hægt að endurnýta það núna. 20 verða 100 og allt það. Þetta er náttúrulega eitthvað miklu meira en tilboð. Já, þetta er meira svona dock hjálparstyrkur Já, eða það eitthvað. er að finna betra nafn en tilboð. Þetta er eitthvað svona fund. Það er á rétt hérna. Já, þurfum eitthvað. Ok, hvað er lélegasta liðið sem við séð þessu móti? Það er svona Lélegasta liðið á það. versta liðið sem ég séð. Ég er Curaçao verri en Túnis. Ég veit það ekki, ég held að meiri Já, vonbrigði með Túnis. Hvað þeir voru slagir. Já, ég ætlaði að fara að rósa rúfurunum fyrir að vera duglegir að setja highlightsin inn. Svo vaknaði ég í morgun, hún voru ekki búin að gera það, þannig að ég þurfti að highlightsa þetta sjálfur. Já. Svíaleikinn. Já, Já, það er... Það lítur að detta inn. já, hann er ekki verið vaknað þess að hann er svo veifis sem var á vaktinni. Það er bara hluta að þessu. Það er nú mennskan í þessu öllu svona. Ég er klár. Það Suður Afríkuliðið var endar alveg rottalegt, sko. Ég. Dóttarfútból, góðan daginn, Epic America heilsar frá Carlsberg Castellón. Já, því miður. Það var bara nafnið komið og það var ekki þetta að fikta í því. Jói Már og AI með Dóttarfútból, velkomin báðir tveir. Takk fyrir það. Velkomin í Carlsberg Castellón. Ég er ánægður með þetta. Já, og ég hef stríðið gegn pervertum. Það er bara hafið nú þegar. Já, þetta er Carlsberg kastalinn. Þetta er bara kakókastalinn. Já, já. Það er bara þannig. Þetta eru tveir ólíkir heimar. Carlsberg auðvitað með Dóttarfútból. Ég var átti gott samtal um unga menn helgina. Það eru 2 lönd sem eru spikfeit. Það eru Íslendingar og Bandaríkjamenn. Og þetta er eini staður sem að light er drukkin.
Þannig að ég segi förum aftur í vennilegan bjór og gerum hlutina eins og fólk. Carlsberg að sjálfsögðu, fótboltabjórin, sá danski, sá góði. Ég minna það að bara venni man að hapatreyðunar, þær eru á leiðinni aftur í búður. Þetta hefur bara orðið helviti sprengja í sjöðum. Já, það stóð í gegn. Já, og þetta er á leiðinni í alla búður og meðal annars líka auðvitað í boltamalinn. Þar sem Benni og Vitti eru að standa vaktina góðu. Ég Vitti alveg hættu með skils. Er hann ekkert að taka þetta? Nei, hann er stundum að taka þetta kerlón í kringum búðuna. bara Setur hann á setur hann, ennið, hleypur um tekur selin á Selinn á þetta róleitunum. Kerlum. Já, hvað er langt síðan fór Egilshöllina, strókar? Það er ekki langt síðan, það er bara, já, bara þar síðasta vika eða eitthvað. Alltaf kannan að koma þangað stuttskilabóð fara frá Dominos verða þetta á flegi ferð með Dr. Fútból og vera með fótboltamyndir með pítsónu sínum, það er að segja yfir HM. Þá verða fótboltamyndir og mánudagar og netdagar, það er 50% af. Já. Það er glæsitt. Já. Herri, það er Tökum því. ótrúlegu vinskapur búin að myndast. Sigurður Bond X Fitnessport. Ha? Já, það er eitthvað vinskapur núna og hann er tróðfullur af alls konar svona peptides í töflum. Já. Þannig að hann verður sko full blown Vin Diesel núna. Já, hann verður full blown Vin Diesel. Ok, það er geðvegt. Og það er hann byrjað að markasetja sem þannig, kallinn? Nei, þú eiginlega byrjar að Þú byrjar á því, sko. Svo fór hann í þessa hárigræslu og þá var það Já, svolítið farið, sko. Já. Skoðum það. Með hár og kalla sig Vin Diesel. Nei, þetta er alveg erfitt. gengur ekki. Við slum, ég ætla að minna á það að Tékkland byrjar sko 15% afsláttur ef Dr. Fútból sendi bara spurningin áður við förum lengra með tölvutek auðvitað vinnir Dr. Fútból og ef þið vantar hleðslubanka, þú ert á leiðin í ferðalag eða eitthvað slíkt, þá er rosa gott að hafa það með sér og það fæst allt svona alvöru stöf, ekki eitthvað sem hún fegst gefins eitthvað staðar, eitthvað hleðslubanka sem virkar í 5 mínútur. Já, sem það brandaðar einhverju. Já, þetta er svona dóti sem Bullis Media ferðast með. Fínt að vera með þetta á golfvellinu líka, þegar maður lendir í vesinni það með síman, sko. Það er heldur betur fínt að geta gert það. Strákar, getið þið gefið mér bara allavega svona 2 menn sem hafa verið að þjálfarar Þórs og IBVF. Þórs Bara og þjálfa bæðilið. Kristján Guðmundsson Já, Kristján Guðmundsson. og Þórs og IBVF. Já, Láki. á Láki. Láki Já. Árna. Já, Það hljóta verið einhverjum fleiri. Já. já. Það er pottjétt fleiri sem hafa þjálfað þessi 2 lið. Þetta var nú bara svona top of mind. Erst þú með einhvern í fljótum bræði? Það er ekki með 3 manni í flótbræði, en ég ætlaði bara svona að hafa eitthvað hérna fyrir ykkur klárt. Þess að bústa sjálfstöðið. Ein þægileg. Ein þægileg. Já. Keyri ykkur aðeins inn í Já. prógramið. Þó að sé háum í gangi, ætla ég samt að byrja hér heima. Ísland fyrst svo allt hitt, sagði maðurinn. Og þannig ætlum við að hafa þetta núna. Já, Kjartanfæði með Dr. Fútból. Og þú getur hringt í síma og panta, sem er náttúrulega það besta í heimi. Það er inn á kjartanfæði.is. Já, það er old school. Mínir menn í sveitin er ekkert að flækja þetta. Eigum við þá að byrja þetta kannski bara í sveitin. Það sem Þórsar tókum út IBVF. Og óvæntur 4-1 sigur IBVF. Óvæntur? Já, ég ætla að 4-1, var það ekki? Jú. Jú, að staðan hafi verið orðin 0-3 eftir 22 mínútur. Það er kannski óvænt. Já, það er óvænt. En bara fluga á Eyjamönnum eftir frábæra leik og móti Keflavík í umfyrirnu undan. Það er líka, þú veist, við erum að sjá það núna, Hermann Þór er mættur aftur, Bjarki Gunnars, þetta var svona Bjarki Gunnars sem við sáum fyrirluta tímabil sér fyrra. Já, þegar hann átti þarna leikinn í Garðabænum, þetta var þannig framist að Minnið mig aftur á bakgrunn þessa drengs. Bakgrunn Bjarki Já, Gunnars. fyrir þá sem við veit ekkert um hann. Þrótti Vogum. Já, byrju, Kórdrengirnir. Kórdryggir. Já, ég er að segja það. En hvaðan kemur hann uppræðlega? F.O. eða eitthvað svo? Byrju. Bjarki Gunnars. Já, hvaðan kemur hann uppræðlega? Þegar nú get ég ekki fara á KSI.is og ég er alveg að handónitur, sko. Nei. Hann var allavega líka í Víkingum. Já, hann var í Víkingum. Já. Ég held að hann sé... Er þið á þeim færingar? Hann var í Víkingum. Hann var í Víking. Já. Hann var í Víking. Ég held alveg öruglega hann hafði komið þar upp. Það skiptir ekki öllu máli. Þetta er allavega mjög, af því að bara eftir að hérna KSI síðan fór í hakk, þá veit maður ekkert hvað maður á að gera. Maður er inn á transfermart á fullu. Sko, ég fylgdist ekki sérstaklega með þessum leikmanni César H. í fyrra. En César H. er mjög leikinn leikmaður, fættur 2006 þarna í IBVF-liðinu. Selfisingur var ekkert í neinu hlutverki þarna hjá
Selfissingunum í fyrra. Nei, Þetta bara leikmaður með hörku og hæfileika. Algjörlega og bara svona svona vítaminsbraut inn í þetta lið með hann á hinum meginn á vangnum að þetta svona, að það leit vel út og mark var vel tekið hjá hann, virkilega vel tekið. Hann kom með 2 mörk núna í deildinu og bæði fáralega vel gert. Já. Markið á móti KR, fyrsta markið hans í efstöld var ótrúlega snyrtilegt. Þannig að hann svo fyndi hvernig menn svona hafa komið hérna, verið að spila á Selfoss, fengið lítið tækifæri og svo poppaði upp í bestu deildinu alltaf blómstrar þar, Hrannar Snær líka. Þannig að hann búin að vera mjög góður Það leit vel út hjá EM-unum. Þeir eru komið með svona, hann komið seipið sitt á þetta, það Vísindi Valur og náttúrulega framkvæmdastjórinn Alex Freyr á miðjunni, Tómins fyrir aftan sem heldur þessu, 2 öfluga vængmenn og hann Róbert Elís Hlinsson frammi. Þannig að þetta er orðið svona bara, þetta er orðið flott seip. Sko, við erum að tala að IBVF er búin að skora 18 mörk í deildinni og 12 af þeim hafi komið í síðustu 3 leikjum. Það eru 7 stig núna í síðustu 3 á meðan Þórsarar 7 töp í röð. Já. Og markatalinn í þessum 7 leikjum 3 mörk skoruð 21 á sig. Já, og greið Ásbjörn Lyngdal í gær. Hann var í alvöru brasi. Já. Hann var í vissinni. 2 deflected skotana, eiginlega 2 sjálfsmörk og bæði mörkinni á Bjarka voru eiginlega alveg eins. Já. Bara svona tjekkaði. Það setja maður ekki á betra. Það var svona... Já. En góð reyng. En það sem kannski meira með Þórsarana, sko, þau fenguðu svo 2 heimaleiki núna á móti liðin sem voru bæði í skítamálum. Það var Stjarnan sem tapa 1-3 og svo núna IBVF. Þú veist, ef þeir eru unnin að leika á móti IBVF núna, þá hefur þeir verið í 9 stigum og skilið eftir IBVF í 5. Já. En núna eru þeir bara komnir, IBVF bara farið yfir þá og þeir eru bara í algjöru brasi. Tapa þessum leikjum þessum svona 2 alvöru leikjum sem þeir settu upp. Heimalíkir sem liðin sem eru í brasi tapa 1-3 og 1-4. Já. Þannig að þetta er rosalega og þú veist, þeirra identity komandinni mót var að þetta er erfitt að vinna og engin, þú veist, þetta er hat að spila á mótið, þannig að Siggi Hauskótt að tala. Þannig að þetta er þetta er brass. Hversu fyndið er eftir á ekki núna því Valsmenn töpuðu fyrir þeim á heimavelli? Ég er mjög gaman að því. Það er afróð, en það var náttúrulega, þú veist, maður horfir á þann leik aftur, það er náttúrulega bara kraftaverk. Þú ert ekki að horfa á þann leik aftur, Jói. Jú, rýndaðist meir í þetta. Ef þið horfðu ekki á hann leik, ég horfði á hann, ég var á honum, að þá veitir sjá, þetta var náttúrulega bara sko, þetta var aldrei að gerast. Það var meira ótrúlegt að ná þessi 3 stigum fram, sko. Við erum líka á YouTube bara fyrir vinn okkar þar og öllum miðlum að nota chatið og svona, erum við ekki líka á Twitter og allstaðar, við erum up and running út allt. Herru, eitt að því að maður ræða í síðasta þætti staðan og hópnum hjá Þórsurum og svolítið slæm og byrjaði bara þegar Íbar Baldi fór hana út af vestra og svo þú veist Háglandi farinn að tangaði meiddur, Atli Sigjóns meiddur og maður ræði affi það kom alltaf frétt fyrir nokkur vikum að maður ræði æfa með öðrum flokknum svona leit ítl út og maður var að veltaði fyrir sér af hverju ég fekk skilabóð frá Ljónhörðum Þórsara sem vildi meina það að hann biði sjálfur það Það er ný taktík bara ekki. Þú veist, það er bara búið að vera hlíðadeildinni og það meistaraflokkum fóru í frí og hann vildi bara halda sér í formi. Það er eitt sem ég heyrði frá Spáni sem þeir eru fannir að gera. Að þeir eru fannir að láta krakka sem 9-10 ára sem þeir líst vel á spila undir sig. Sem svo vöndi ég einhver góðu 10 ára spila með 12 ára. Já. En það voru þannig að það voru bara mjög góðu 10 ára en líkamlega eftir. Okay. Þá setur það bara í smá stund með 9 ára og 8 ára. Og þá færði bara svona sjálfstrust að vera besturinn á vellinum og svona aðeins að finna þetta hafði ég aldrei heyrt Nei, ekki heldur. Ég held að það ekki allir krakkar klárið þetta, sko. Nei, ég bara sagði bara, herðu þú veist, þetta var í einhverjum svona alvöru liði bara. Já. Og svo þegar hvað þú aðeins, berst þú aðeins með 9 ára núna? Þá var þetta bara langbestur á vellinum. Efnilegur að spila með, niður fyrir sig. Já. Það er, já. Maður svolítið að vinna með þess að takk í menntaskólanum, sko. Gekk aldrei. Já. En ég minni á tjatti að sjálfsögðu það eru byrjað að detta inn spurningar þar sem að skoða fleiri leiki og komið á okkur F-hóðingum. Já. Það er ég. Þú átt náttúrulega eitthvað 3-4 lið í þessari deild, sko. Já, það er orðið álfyndið, sko. Samherji með þorskinn góða og fiskur er góður og alltaf á mánudögum á maður að borða fisk nauðsynlegt fyrir öll vítamín og annað slíkt og svo sérsta líka hverju borða fisk er yfirleitt fallegra fólk en annað. Við getum tekið undir það. Er það sneið? Er það kallað með ljóðan? Ég er ekki kallað ljóðan, ég er ekki kallað hugulegan. Hann er meira að segja að þú átt meira inni ef þú myndir borða fisk. Já, og á tellinginni. Já, ok þá. Og út glæsilur förum eins og í hennan leik hjá F-fáingunum við F-fáingar erum komnir á blað já.
Það er einn maður sem ég ætla að kenna algjörlega fyrsta markið. Já, ég veit hvert þetta fara. Það er markmaðurinn, Ásgeir. Ákveður getur hann ekki gripið? Herru, hann líka bara kýlar hann hérna Hann með kýlar hann báðum, hérna. með Kýlar- báðum. Já. Og það er enginn í kringum. Nei, gríftið. Já, nákvæmlega. Hlakkaði mig til að heyra þitt svona take á þessu marki. Já, þetta var bara fála. Ég bara, sko, þetta var algjör aulaskapur, þetta mark. Og Adolf Daði skoraði þarna markið, sá hver var harðastur með okkur F-fæðingum. Hver? Það var nýtrúlofaður Ísak Bergman. Já. Sá, hann mættir í stúkunni að fagna. Pappa gamla. Já. Já, sjálfsögðu. Og stýrði söngurum þarna í bæði fyrir og setni hálfleik og hérna. Það er enda geðveikt. Sko, hann trúlofaði sig í gær og mágur hans birti það í story. Ég hef aldrei, þú veist, þegar sýstu þínar hafa verið að trúlofa sig, Albert, þú er ekki verið mikið að setja það inn í story. Nei. En ímyndaðar, þú veist, þegar þú ert frá Keflavík og eitthvað svona stórt gerist í fjölskyldunni, þá máurinn að auglýsa þetta út allt. Það er þarna Arnór Snappari, svo sem að hann byrti þetta sjálfsögðu. Já, þetta er ákveðin. Sjáum þetta hérna, sjáum Þetta er maður var ekki mikið á 3 systur, sko, ég var ekki mikið að deila trúlofunum þeirra. Þetta er greinilega sigur, þetta er sigur bara fyrir Keflavík. Ef við skulum fara í leikinn, við skulum fara að vera smá alvarlegir, F-fóingarnir komnir á sigurbraut. Já, og gaman að sjá þetta seinna mark, Kjartan í Kára, Já. seinna mark FH. Þú veist, þetta er það sem við höfum verið að kalla eftir. Þú veist, ef FH á að vinna leiki, þá þarf hann að vera að gera þessa hluti. Vera aggressífur, fara á mannin og bara, þú veist, skora. Hann er líka bara verið í þessari stöðu. Já. Jói er reyndar búin að vera að spila hann síðustu leiki á kantinum. En þessi tilraun að hafa hann frammi er ekki, já, hún er ekki góð. Nacho náttúrulega má ekki hleypa honum að hægri fótinn hann það. Nei. En mér fannst hérna Keflavík byrjanleik betur. Sáðu markið þegar Ljúbisitt skorar. Já. Ég var að veltaði fyrir mér. Manni hverja var sem Kings hafði. Hitt ekki boltan, ég var að veltaði fyrir hvort það var nýtt moment. Sá markið á síðan í dag. Það er að segja, sko, Ljúbisitt var latur. Hann hefði getið auðvitað komið, hann var að töða eitthvað, bara eitthvað svona, bara smá balkantaut eitthvað bara. Og hann var seinna að koma sér út úr þessu, skora markið og ég held að sé alveg hárréttan að er reyndar, sko, það er að segja, hann metur þetta ekki sem nýtt moment. En Ljúbisitt sá að, sko, ef allt er eðlilegt, þá var hann bara í Víking. Sjálf hérna skrokk og já, ég veit það, en hann fer illa með allt og mörg færi. Já. Hann áður búin að skora miklu fleiri mörg í sér til. Hann er komið 5 mörg núna í 9 leikjum, en það er rétt, hann gæti verið, þú veist, bara með 8 eða. Ég meina, hann fær nokkur dauða færi í seinna hálfleik á fyrsta korter í 20 mínúturum til þess að hleypa þessu leik algjörlega upp. Já, hann var í færinu undir lok fyrri hálfleiks. Þá var bara, sko, var orra að hríða marki FH. Það var hérna, þau minka munn þá. Það held ég þetta getur verið allt öðru í síðan að setja hálfleikur. 2 slæmir leikir hjá Keflavík og þú veist, mjög vond úrslit fyrir þá með unnið, þú veist, þeir eru unnið þennan leik. Já, bara, þú veist, það verið þeir með 14 stig og skilja FH eftir með 2. Já, staðan fyrir núna er þetta 11-5. Þannig að hérna, ekki gott. Og maður horfir á eins og með Ljúbisitt, hann verður að taka sér færi sér betur. Ég er mjög hrifinn alveg frá Conte. Já, hann er gaman að fylgjast með honum. Spila frama núna. Já, bara þú veist, 1 á 1, það eru fáir betur en hann. Hann fer alltaf á mannin. Já, hann er líka bara svona spænir, ofta rennu til hann svo æstur, sko. Já. Hann svona vantar aðeins þetta síðasta hjá honum. En eftir að FH komist yfir í þessu leik, þá voru bara nokkuð flottir. Já. Þannig að þetta var gríðarlega mikilvæg sigur fyrir Jóa, sko, fyrir alla fæðinga og fyrir Hjörvar Hafliðsson. Já, Arnór Borg Guðjónsson skilaði þetta svolít 5 mínútum. Meiðiskallgreið. Þetta ætlar að vera erfitt hjá honum. Þetta er bara saga hans. Sagan bara. Þetta er búið að vera núna bara trend hjá honum. Allir alltaf svolítið að bíða eftir honum. Já, ég sá þegar hann skoraði þetta á Akureyri og ég held að þetta er kannski hans ár. Já. En svo sannlega ekki verið það. Frábæri sigrar þarna, svo er þetta frábæri leikir á það er leikur í dag. Já. Það er hvað aftur? Káa... Það er Káa fram fyrir norðan. Alltaf fram bara klukkan 18:00 Greifavellinum. Á Greifarum maður. Eftir þetta tap hjá fram á móti Þórsurum hérna í apríl, eina tapið í deildinni, þá eru búin að vinna 5 og gera 1 jafntefli. En Káamenn þurfa að fara að kveikja á sér. Þetta er 5 heimaleikir, 1 sigur, 4 töp. Bara með 10 stig, jafn mikið á Stjarnan. Núna er náttúrulega bara IBF að vinna leiki, þannig að þeir bara er að passa sig, svo er sniður í dag. Getur við sagt þessi óvænt úrslit ef að Káa vinnur en leik? Nei, hvernig mótið er, en þú veist, mann finnst það ekki. Ég held að kveikja á sér í dag. Já. Sé fyrir mér Káa sigur. Káa sigur. Já. Ekki jafntefli. Nei, Káa sigur. Nei, við slum fara aðeins úr bestdeildinni og förum aðeins í bikarkeppnina. Það sem var spilað föstudag
og laugardag. Gerum það með Vestmann One. Ég vona náttúrulega að Vestmann verði í boði hjá Kaleo. Já. Vatnaskói. Kaleo. Hvernig er þetta? Þetta er núna aðra helgi, núna bara, nei, þetta er bara á laugardaginn, ekki? Þetta er á laugardaginn. það Þetta ekki? er bara stá. Já, held það. Fylg hátíð. Ég er búin að sjá dagskrána á Rútstúrnu Kópavoginum 7. júní. Er hún bara another level? Kópavogum að eiga það. Þeir eru alltaf öflugir með 7. júní. Þeir með eiga það. Við pössum upp á 17. júní. Það er mikið vesen í Kópavogi en þetta geraði vel. Veitu hvað vesinni í Kópavogi? Ég hef ekki orðið var við það. Er ekki Ásdís að gera okkur sluti? Hún er að gera ákveðið sluti. Hún er líka búin að laga þetta svolítið mikið. En það er svona, það er ímis vandamál það líka. Þú getur ekki bara hent ykkur og svona út. En ég er að tala undir rós hérna. Ha? Ég er að tala undir Hvað rós hérna. vandamál er í Kópavogi, segir? Hvað er það? Hvað vandamál er Hvað það? Ef að farið við það? Já, hvað er það? Já, ok. Bara Hamaraborgin og svona, þetta er stuð. Nú, hvað er vesinni? Hvað er að Hamarbókinni? Nei, bara það eru... Ég alveg að bara kafa onni í Hvað Kópavogs er vandamál. vesinni? Hvað er vandamál? Hvað er þessinni? Félagslegu vandamál í Kópavogi, en þetta er ekki vandamál. Það er góður andi í Kópavogi. Hvað byrjar? Ég veit ekki hvað Jó er að fara í. Nei, ég bara mesta vesenið sem ég lendi í er alltaf í Kópavogi. Hættulegasti staður á Íslandi er Dalvegur. Bara svo þessi staðan. Hvað gerist þar? Það er bara, tala um hana flettum fyrir utan fréttir. Maður er bara hættu komin, maður hættur að fara í átíðaferð. Ferð þú í átíðaferð? Nei, Nei, Ég bara ok. segja því það var svo hættur Það er bara að senda þetta heim til mín. Já, við gerum það. Já. En ef þú ferð þarna í átíðaferð, ekki gera það, þá ertu hætt komin. Það eru vandamálin í Kópavogi. Er það? Á Dalveginum. Hvað gerist? Það er bara alls konar vesen núna. Hvort sem eru líkamsárásir eða vesen. Já. Ég er smeykuð í Það eru Kópavogi. tölum boltan. Tölvuboltan, ég veit ekki alveg hvert Jói Már er að fara. Nei, ég stend alveg við þetta sko. Já, Ásdís heyrði í honum og Hún er stæst frábælega, hún er búin að reynst upp. Já, ok. Að einhverju Það var leyti. hreinsað þetta upp. Herðu, við slum kíkja þá á byggari. Talandi slæma hegðun. Fylkismenn. Já. Slæma hegðun. Þetta Hva- er bara, byrju, er það ekki það bara, var yfirlýsing. Nei, Það var yfirlýsing. hérna hefur við bara mjög gott dæmi líka. Þú garbaði einhver sem þú eru ekki í Kópavogin. Já. Það er bara Tristan ræðir ekki við Árbæðin. Já. Þú veist, þetta er einhver meðalaldurinn á árundum fylgis sem er að syngja, það er svona 12 ára, sko. Ræður Tristan ekki Þetta er bara garbaði, er þetta ekki garbaði einhver? Jú, í grunni. Já, Bíddu, bara þóla minna. er- Smá tjönd maður. Hefur ykkur mann eitthvað verið eitthvað vesen í Árbænum? Eða þú veist, er Nei. það? Nei. Það er svo að segja, en En Tristan sagði menn viðtal voru í bara gær að haga sér bínu illa. Er það? Er það ekki? Ég heyrði þetta ekki. Ég Nei, var að ég er horfa á það, hann leikinn. vildi ekki gefa neitt upp. Nei, ég var að horfa á leikinn og ég, svo sem af því maður er nú yfirleitt tóttu góður í að heyra hvað krátið er að syngja. En var þetta ekki nesið sem var í bara, þú veist? Herðu, eina sem ég heyrði þegar fylgki var komið yfir leiknum var bara, þú veist, þetta basic og home in a body bag og eitthvað svona og takk fyrir komuna. Já. Bara langt yfir strikið. Go home in a body bag, var það Já. málið. Já, þú veist, nei, það var klálega eitthvað undan. Þetta var, það komið þegar hann skoraði, þá var hann að senda ykkur svona skilabóð með fagninu, það var að góða svo. Já. Það er verið að En hafa ég veit ekki hvað það var. Það vonandi leysist þetta nú allt saman. Já. Hins vegar Það er aldrei gert neitt í svona. að leiknum sjálfum þá stemdi nú allt bara í sigur grótunar Já. og svo kemur þetta sjálfsmark Já. sem að jafna þetta. Það var já. Águðmundur afnir hvað fara út í hennar bolta. Sko, ef hann Svakalega kallar, utilega í ef teiknum hann kallar það hvernig sem það er, Já, það þarf að vera mjög augljóst að hann sé að fara í hennar bolta, sko. ef þetta er náttúrulega bara mjög svona reaktiv, hvernig að klakkan fyrir í síðan inn í þetta, ég veit það ekki, en þá er náttúrulega bara tómt markið, en já, svona bara samskiptavandmál, klóknar en það. Já, af því að þetta var bara mikilvægasti leikur fylgis í mörg ár. Af því að bara það var búið að draga í næstu umferð. Heimaleikur þetta afturhaldingu og þáttu komin í bikarúrslitaleik. Náttúrulega gróttu líka, sko. Já, ég veit það, en hérna, ég er bara að tala um fyrir okkur fylgismenn. Fyrir ykkur fylgismenn. Nei, og ég sá hennan leik mjög óvart Ok. því að sko hann var að rúfa einum og ég var í öldruðum fórundurum mínum og leikurum var í gangi. Þannig ég hef aldrei munnað eftir þessu ef ég... Það var svoleiðis, hann var aðrásinni. Já. Ef hann hefði verið einhverju fyrirleik þá hef ég aldrei séð þetta, en ég sá þetta og góð skemmtun og framlíkingin var sérstaklega fjörleg. Framlíkingin var mjög góð, en gróttum en óöfnir með, að því að fylgir, voru eiginlega ekkert að ná að opna á neitt rosalega mikið og þetta sjálfsmark er náttúrulega bara slysalegt og svo er náttúrulega þetta mark sem Orri Segata skorar er rángstað. Þriðja markið sem kemur þeim yfir. Það er alveg pjúra. Þannig að maður skilur alveg að Rúnar hafi verið pirraður, en Rósa og Gróttuna er bara flottir og Rúnar er búin að gera helviti góða hluti. Fyrir þá sem hafa verið að tala niður framlíkingar, þá var þetta svolítið ansvarið því. Já, þetta var Það fínt. var bara trillt framlíking. Já. Kári Sigfússon alltaf leggur upp markið á Aronsna og lokar svo leik með fjóramarkinu. Það fer svo mikið í gegnum hann. Vel gert hjá honum hvernig hann svona
tikka boltanum fram í markmanninu og fengið út í hann. Það var smekklegt. Það var þetta ekki en Arnór Breki sem átti að fá þetta annað gula og þeir ákvaða bara einhvern veginn að það voru 4 dómarar sem og enginn aðeins á þetta var útrútt. Já. Þannig að sluppu fylgir. Þeir voru bara svolítið heiltir, svolítið hefnir. En það var dómar að skanda sérst. Með dóma og þetta sjálfsmark. Þá við slum ekki vera ólengi í íslenska dóturum, við slum segja frá því að blikarnir, þeir fóru bara og unnu þægilegan sigur á Ægismönnum. Já, kannski eina með þetta bara Nenata þegar ég veit alveg fyrir leik, hann sagði og við getum það alveg og þeir bara svolítið smá, hann vildi ekki nota orðið heppni, en hann var að meina það samt. Þannig að treysta á að blikar myndi að fara illa með sínfæri og þeir myndi að vera heppnir og klíniskir. Það var akkurat öfugt. Ægismenn fengu alveg færi en það voru mjög óefnir 2 deflected skot þarna. Já, þetta var bara skildu sigur og það var þannig. Já, vel gert hjá blikunum, svo var það kannski stærsti leikurinn í þessu öllu saman. Skagamenn tók móti Víkingunum og Víkingandi með 2-1 sigur þar sem að Lárus Orri kallaði á Barbie-dúkkur. Svona fyrir 5 ára síðan hefði allt orðið brjálaði við því. Já, hann svona greinilega hann var heitur eftir þetta og sagðist að þau mættu og hann sagði að það verið klókir þegar þeir eru náttúrulega mjög harðir alltaf Víkingarnir og svo það farið hart í þá og það byrjar að liggja. En ég meina sko, Víkingar voru bara betri sko. Er þetta líka, hver að segja þetta? Lárus Orri kemst alveg upp með að hendi svona línu sko. Þetta er Lárus Orri og harður og allt það. Ef við Jökull hefði sagt þetta eftir eitthvað tapi það enda rétt, það hefur meira gert úr því einhvern veginn. Flottur sigur Víkingar. Hvar vannst þessi leikur fyrir á Víkingunum? Bara miklu betri, það bara eina ástæðan? Nei, mér bara í rauninni, bara svo fá færi sem Skagamenn sköpuðu sér. Það voru einhvern veginn bara að verja þetta og maður beið bara eftir að þeir myndu koma sér yfir. Þau voru mjög góður á miðsvæðinu, Dani Hafstensson frábær í svo leik. Þeir gerðu í rauninni bara alls ekki nægilega nóg Skagamenn. Maður býður eftir, maður sá svona þessa stóru leikmenn, Gísli Eyjólfsson sem leikmaður. Hvernig leit Aron Þrándarsson út í þessum leik? Hann leit bara mjög vel út. Hann kemur bara inn á 70 standar og skora 2 mínútur seinna. Þannig að hann gerir sitt og þetta er bara eins og við ræddum á föstudaginn. Þeir finna alltaf einhverja leiðir. Menn að Skagamenn fengu 1 og 1 hálfæri og með þess að 2 góð færi í fyrráleik. Aron Snæri með eina rosalega veslu í 0-0. Bara svona refleksjón vesla. En svo riðlast það rosalega þegar Lárus verður þar að taka Gumma Tóta velli í hálfleik. Og Guðmundur spjaldi og mjög tæpur. Sem var sko eiginlega nánast bara, komin á bara appísinu gult. Það held ég flottur sigur þarna. Og 19 sigrar í síðustu 21 leik. Og í undirúrstum mæta síðan Breiðablik og Víkingur. Já, í Kópavogi. Og var ekki búið að draga áður en að... Jú, þið dróðu eftir skagaleikin. Hugsa hvað það var mikið motivation fyrir Fylki Gróttu. Fylki Gróttu. Ég er að segja það, þetta var risalega. Sko ég er rosalega mikið á móti, ákveður má ekki bara býða með leikin og draga svo. Hvað bull er þetta? Já, var þetta ekki eitthvað, ég veit ekki að því þessi útsending var eitthvað svona eða eitthvað svo leiðis. Ef að sigurvegarinn í Gróttu Fylki hefði fengið Víkinga útivelli, þá hefði menn bara fengið sér smoking and pancake og bara slakað á sko. Já, þess að áhugir að þessu að fylgismenn vissu að þeir myndi að fá heimaleikum út afturhaldingu og það væri svolítið þægileg, ekki þægileg en doable leið í úrslitin. En það var okkar með Gunnar Birgisson, hann var nú eitthvað með puttan í þessu, hann dró Blikana og Víkingarna saman. Hann er allstað. Já, honum tókst að gera þetta. Hann er allstað sko. Fyrir þessar hlutlausu þá er þetta svolítið leiðilegur áttur sko. Breiðablik Víkingur í bikarúrslitaleik væri alveg svakalegt sko. Já. Það er samt gaman að fá hann hvort Árbæinn eða Mosóðin. Dóttar fútból minnir og það að hann verður í Ormsson á morgun. Það reyndar, ég næ nú ekki að fylla bræðurnir Ormsson. Við ætlum að kalla þetta Ormsson yfir HM. Það er búið að setja upp alveg rosalegt HM setup þarna. Sko við erum auðvitað að fara að horfa á HM. En við ætlum líka að horfa á Víking og KR inn í Ormsson og vera tilbúð á Samsung Frame tækjunum þarna inni. Þannig að farið inn á, semst það linkurinn á Dóttar fútból leikmenn þar sem að þetta er skráð sig. Þetta er ekki nóg margir sem komast. Ég ætla kannski að taka lagið þetta, taka kannski 2-3 lög. Nýju plötunni. Já, og kannski reyna eitthvað aðeins að búa til eitthvað smá stemningu að það. 2-3 lög? Já. Það er alveg komið svona langt. Já, það er alveg komið lengra en þú heldur allavega. Get ég sagt skýri við þetta núna? Já, það ekki. Ef við ætlum Jökull, Stjarnan. Ef að taka, við vorum svo sem tóku það hérna á föstudaginn. Já, en bara staðfesta Jón Þór. Jón Þór staðfestu, hverju hérna verður Garpur áfram hjá Stjörnunni? Spurði væntanlega Gárungarnesi. Hann byrjar alltaf í leikbanni þá. Já, nákvæmlega, hann var ekki redd í síðasta. Nei, Garpur farið. Það var aðalega þetta sem að sá núna að þeir kannilega
kom á þetta fréttir að þeir hefðu tjekkað á fleirum. Þetta var ekki bara þetta var ekki bara Jón Þór, bara eina nafni, þeir tóku hleruðu Davís Snorra sem dæmi. Það kom einhver orður með hlera Heimi Guðjóns sem, hann sagði að væri bara vitleysa, Heimi sjálfur. Ég heyrði líka fyrir mót að þeir eru hlera Arnar Grettisson. En Rúnapál, bara ná aftur í Rúnapál. Já, ég meina þeir eru búin að taka Jón Þór núna. Já. Það kemur alveg, minnst að koma pínlítið óvart, en ég meina hann í... Hann þekkir umhverju þetta, hann var þarna. Þekkir þetta vel og menn voru hrifnir á honum. En já, meina þetta verður bara áhugavert. Herri, það var eitt sem ég var að hugsa. Er knattspyrnusambandið eða forsetaembættið eða einhver búin að gera einhverja ráðstafnum fyrir því að það eru 10 ár frá merkasta íþróttaviðburði Íslands frá upphafi í ár? Verður eitthvað gert til að minnast þessara 10 ára sem eru liðið núna frá því að við fórum til Nýs og unnum England á EM og bara allt sem við gerðum þarna í Frakklandi fyrir 10 ára síðan? Verður eitthvað, eða eru þessi búðingar allir sofandi? Ég ætla að loða að forsetaembættið er ekki með þetta merki Ég út með alvöru gæja þar núna, sko. Just Björn? Já, hann er bara fótboltaðandi. Hann skilur alveg geimið, sko. Ok. Þá skal ég bara bindi vonum með hann þar. Nei, þetta hlýtur að vera einhver móttaka, það hlýtur að vera eitthvað gert. Það getur við alltaf bara að herða 10 ár frá við unnum Englendinga og fórum að 8 úrslit á EM. En ég höfðu verið endur þetta ekki bara eins og allt annað, Dóttur fútból það að taka sig og skipuleika eitthvað skemmtilegt og vera með eitthvað húlum skipuleika eitthvað eða þau heyra af þessari klippu og gera eitthvað. Þeir eru pottet ekki búin að plana neitt. Nei. Þeir eru snillingar, sko. Þetta eru kóngar og meistarar. Þetta eru kóngar og meistarar. Þú ferði í málið, tekur búllis með þér og svona, þetta verður gaman. Já, talandu það, búllis er hér að streyma fyrir okkur, þannig að geti verið með okkur á YouTube. Svo nú að rosa Fast Media, því að Fast Media vorum frábært vídeo með leikmönnum Víkings og Káir. Herri, á þess að vítaspindurinn? Á gott. Já, mjög gott. Á Fast Media sem voru með það. Þannig að... Hugmyndur náðu bara helviti góður í spinnu að það með rúbbibóltan. Já. Gaman að þessu. Já, það er gaman að þessu. Já, Leys með Dóttor fútból og Beckham-pókin er alltaf uppseldur, þannig að við erum með Hendry-pókan. Hendry? Þú Sko. búin að kalla það Henry og Hendry. Colin Hendry. Þetta er Henry. Henry. Segðu þetta Henry, það er alltaf Henry. Já. Það var alltaf kallaður ungukynslu við það var lítill Terry Henry. Ég segi líka Henry Birkir. Henry. Það eru leysararnir með okkur. Það er svolítið fyndið, sko, Zlatan og Henry verðist ekki alveg nenna Alexi Lalas. Þannig að það er svolítið skemmtileg dýnamík í þessu öllu saman. Lalas er ekki líka bara hendaði og Holland sé að fara að taka fram úr Zlatan og okkar, sko. Já. Þannig hann hefur lítið þólumæður fyrir þessu. Já, lítið þólumæður fyrir þessu. Við byrjum bara á föstudagskvöldina sem að Kanada og Bosnía gera 1-1 í aftölu. Sko, Bosníumenn, stemningin heima fyrir var rosaleg. Þeir fögnuðu alveg svo óðir menn. Kyle Larin sem var sjóðandi heitur með Southampton kom inn á skoraðum leið. Já, góðu snúningur, deflected skotur þetta. Já. Anna satt kólið sinna minn maður eftir, svolítið búinn á því, dýravörðurinn. Já. En svo var bara góður í svo leik, sko. En þetta var Bosníumenni sem maður átti vonu á, bara 4-4-2, ljónharðir. Já, það verðist vel. En samanskapið maður svona, þegar við varum að býja eftir svona sem heavy metal fótbolta frá Kanada, sko. Þeir reyndu alveg svona að pressa og fara með þetta upp, en já, svona... Bosníumenn gerðu vel. Já, gerðu vel. Daginn eftir var svo leikur Katar og Sviss, það sem Sviss voru umulegir. Já, þetta er bara einu stór vombriðin á þeim. Þeir eru svo svolítið reylikeppnum með einhvern veginn, sko. Já, en svona nú að því að verðum með VAR og það sá allir að þetta var rangstaða í aðdraganda að marki Sviss. En þeir sýndu það síðan, sko, fengum ekki að sjá teikninguna eftir. Það var rangstaða, við sáum það bara. Við sáum það. Tókuðu þetta ekki fyrir í stofunni eða eitthvað sem við sýndu voru að tekna það línur? Jú, það var eftirleik, þetta kom seinna. Það var eitthvað klikkaka kerfið að múldi. Þá var þetta eins og það var rétt stað. Ég fannst að vera rangstaða. Ég sá þetta ekki síðan tekninguna. Ég bara neita að trúa því að ég sá þetta bara. Já. Það hefur verið gott að vera með drónaðinn hana. Já, það hefur verið gott að hafa drónan góða hjá mér. Nú, já, það er margir að hrósa þér, Albert, fyrir að vera vaknaður fyrir hádegi. Það er gaman tjattið og ánægð með þetta, en Katararnir jafna þetta. Já. Það er ótrúlega saga af þessum markmanni þetta, Mahmoud Abunata. Þetta er strákur sem er komið til Íslands að æfa aukalega með Guðmar Hreiðars. Hann var 50 markmaður Al-Akhli, eða hvað heitir aftur liðið sem hann var með hann Heimir?
nú þarftu bóndar þarna með þess Hann, hvað heitir aftur liðið sem Al-Arabi, ekki? Al-Arabi. Jú, og sko eftir leik hérna Íra og Katar þá hélt þessi stráku bara eiginlega utan heimi allan tíman eftir þetta allt saman, eftir þann leik sko. Þetta bara aðalmarkmann í Katar var flottur í þessum leik. Já, mjög svo. Það var svolítið viltur þannig að tók hann niður hana, en þetta var það sem maður hafði mestar áhyggjur. Ok, ég hef engar áhyggjur. Ég sef alveg yfir þessu Katali. En þegar maður var að horfa á Katar á síðasta stórmóti, að HM, þá var markmannastæðan algjört bras. Og svo byrjaði hann að gefa þetta víti og svo, nei, here we go again. Svo var hann bara drullu góður. Já, stóð sér vel og svissararnir rosalega flatir og lélegt. Já, mikið talað tölfræðin að þeir eru alveg með hana leik, minna, þú veist, rosalega hátt XG og eitthvað 6 big chances, en þetta eiginlega allt í fyriráleik. Þeir bara hættu bara í seinni sko. Málið. Það átti bara að krúsa þessu þægilega inn. Já, kíkjum á harðhausana. Það hljótu að vera Bandaríkjamennir 250 ár múrbúðin með Dr. Fútból og það er eins í múrbúðin eins og í Bandaríkjunum, sama verð fyrir alla. Og sama þó að hann sé pípulagningameistari beint fyrir framæði, þá borgar hann það sama eða múrarinn fyrir framæði. Og múrbúðin, og þá förum við í harðasta liðið á HM það sem af það hljótu að vera Bandaríkjamennir. Það eru svona besta framistæðan heilt yfir einu liði. Þú veist, við getum auðvitað að tala þessa stórsigra, en þetta kom svona var hressilega óvart. Þið voru líka bara svo hreyfanlegir og flottir. Stemningin frábær. Það var alveg andið þarna. En hins vegar softcock, Stínemenn. Þú varst múin að lofa mér hörðum Paragvæmennum. Já. Eða Brensís og bara fór allir mótsjóður út úr þessu. Þessi minnmaður í Söndiland, aldrei rétti. Það var bara eins og hann hefði bara, ég veit ekki hvað var aðeins. Það var ekkert að frétta. Þetta var hann var ríkalegur. Því ég horfði á hann mjög marga leiki með Söndiland í vetur og fannst hann oft mjög góður. Hann var mjög góður í vetur. Balogun flottur í þessu leik. Hann alltaf kemur inn í þetta mót bara sko á flugi. Hann skora bara 13 mörk í Ligon, en 9 komið í síðustu 12 leikjum. Hann var sjóðandi heitur, setna marki virkilega vel klárað í honum. Herðu, Pochettino, voru svolítið kallalegur. Kall. Hann komið geggja hár. En sáu þið þarna símtali sem hann fekk frá forseta Bandaríkjanna? Sjá hvað hann lélugur í ensku eftir öll þessi ár bæði Bandaríkjunum og í Bretland. Það er bara magna. Mjög takkmarkar enskunni. Trump sagði við hann, I think you're a great guy. Þú veist bara fucking huge að fá það bara einhvern veginn í smettið sko. En það var sem var gaman að segja þetta, það voru Anthony Robinson og Pulisic vinstra megin. Það gerðist bara leikur Bandaríkjana, voru frábærir. Þetta svona, þú veist, svo physical. Adams og McKennie á miðjunni, ekki svona jörðuðu þá. Fullorins frammistaða. Sko, það var áhugavert, það var mikið af svona celebrities á þessum leik. Svo eftir leik þá, ef við getum sýnt þetta hérna, að þetta kom og ég sá þetta og ég segi, hvað sagði Gunnar Birgisson þegar þessar tvær, ég hugsaði bara, sjónvarpsmenn í Ameríku gengnir af göflum. En þá þetta auðvitað gervigrindin að gabba okkur gamlingjana. Nú að það? Já, þetta gerðist ekki. Og ég hlakkaði sko til að fara á útsendingu næturinnar og skoða. Varst að spóla tilbaka að leita momentinu? Já, ég ætlaði að fara að gera það til að ég sá í kommentum að þetta var AI. En hver var þetta, Albert? Jói þekkir þetta nú betur. Já. Albert Hundar kynnti mér fyrir þessar myndirna þegar mætninga í stúdíu og það var mjög spenntur fyrir þessu. Þetta vinkona mínar, Mia, Khalifa og Lana. Þetta skemmtilega stelpur. Já, þetta skemmtilegt og þetta svona kryddaði þetta aðeins. Já, mikið af Hollywood-liðinu sem var mættin á Tom Cruise. Eins lítill Hollywood-maður ég þá setjum Tom Cruise bara í annað bracket. Það er bara kóngur. Já, mættastur. 40 ár á toppnum. Það rosalegu gæi og Beckham fekk þetta stjörnuna sína á Hollywood. Einmitt. Var þetta deginum áður eða var það bara, ég held að það væri fyrir leikara, þetta er einhver miskilningur. Nei, þetta er bara Tom Beckham var það að fá stjörnu. Þetta var bara mjög samfættir reyna vandamáli að Pulisic meiðist þarna. Já. Sem veit ekki hvað maður á að lesa í það. Það náttúrulega bara vandamáli með hann er bara svona pínu, alltaf verið úr gleri bara. Já, kallgreið að meðast kannski hinleikurinn í dýrilum. Það sem að Ástralar
komu mér því líkt á óvart. Já. Ég var að segja þetta við það föstudaginn og líka þegar við hitum upp fyrir riðil. Já, Ekki vann með þetta að minna Ástrala. ég verð að gefa þér það. Það rosalegt kallhjáður. Irakunda, þetta var geðveikt mark. Já, svo kraftur í hún. Herðu, þvílíkur kraftur á honum og touchið, þannig að toucha boltan svona inn á völlið, inn á völlin sig, slútið gott. Þessi gæi, sko, leikmaður í Watford, 20 ára, var ég á Bayern München 2 bara í fyrra, sko. Tjóða hún öflugur, en þú veist. Michael Jackson aðdáðandi, fagnar alltaf þegar hann skora eins og Michael Jackson. Hann fekk smá heit fyrir það. Gunnar Birgisson með hennar búnt í stofunni í gær. Tók Cahill í þetta skiptið. Tók Cahill í þetta skiptið og Ástralía 2, það náttúrulega mikið af leikmannum og Championship-deildin búin að skora í þessari deild. Það sá náttúrulega Kyle Larin áðan, eða þess að fyrir verið að skora. Og þannig að verið nóg af Championship-mönnum. Já, við sköpum svo alveg færi samt Tyrkinir, svo það sem nú sagt, sko. 72% boltan. Já, og þú veist, við vorum alltaf með, þú veist, að Guler Ildis og Artur Guglu þarna frammi. En ég menna, þú veist, þeir voru hérna í bara pínu klaufa líka, en frábælega gert í Ástralíu. Já, þeir vinna alltaf Paraguay, bara vanta frammerja. En Yildiz lítur að koma inn í startið fyrir næsta leik. Já, Artur Guglu náttúrulega var að spila fram í þessu leikjum, sem er náttúrulega bara vængmaður í grunninn, sko. Var Artur Guglu ekki fram með það? Artur Guglu segi, hann var frammi, 7. Það eitt sem stendur sér alltaf vel þarna, það Harry Sútar. Já, hafsendinn, harðhausinn. Já, þessi leikstíl hendar honum vel. Hann alveg sko skelvilegur allan, það litla síðan síðan með hann hefur Leicester sko. Já, hann var í brasi. Stendur sem svo kongur þarna, svo er þetta strákur þarna, St. Paulian Metcalf sem skoraði þarna seinnamarkið. Já, sett hann bara. Mér finnst þetta eiginlega bara óvæntustu tíðindi háum það sem aður. Að þessi úrslit hafi litið dagsins ljós, að held ég við slum... Tyrki bara, þeir komið sann svo flatir inn í þetta móti eitthvað. Þessi umspilsleikir, þeir voru... Lélegir. Já, Rúmeníu og Kosovo. Já. Gengur eitthvað upp að vera með Ítala með þetta lið. Svo mikið að... Já, styrkleikur þeirra fram á þau, sko. Montella. Við ætlum að setja strik aðeins í sumarið því að þú velur þér 4 vikur með 26 krónur í afslátt í sumar, í 4 vikna glugga frá Bleika bensíninu sem er Orkan. Já, frábær díl þar, þú velur bara hvaða 4 vikur þú ætlar að keyra sem mest og þá nýtur þetta. Þú fara í C-riðilinn, þar sem að Brasilíumenn og Marokko gerðu 1-1 jafntefli, 1-1 voru hættulega góð úrslit fyrir bæði lið og þá leitar leikurinn í þetta. Kemur óvart hvernig talað er þetta brasilíska landslið eins og að eiga að vera eitthvað ekki nóg gott. Ég finna að þú ert með næst besta gæðin í Barcelona, næst besta gæðin í Real Madrid, þú ert með Neymar aðna, þú ert með Cunha, þú ert með Bruno Guimaraes, það er ekkert margir meira skapandi miðjumenn en hann. Þú ert þetta frábært lið. Já, en ef þú berð samt saman við söguna. Við hvað? Bara 26 lið. Já, þeir voru þetta gamlir. Já, en þeir voru, þú veist, þetta voru bara hæfileika búnt. Horfðu 2002 lið sem vann. Gekkinn upp. Já, 2002 lið sem vann. Þá voru þeir á præminu sig gæjar. Ronaldo og Rivaldo, Ronaldinho. Menn eru að tala þetta. Þetta er bara svona sögulega sammikið. Ég man eftir 90 liðinu, ég man alveg eftir Dunga að labba þarna við 90 lið var líka slagt. Menn að vera að bera þetta 90 lið saman með þetta lið. En hvað ertu með þarna á milli? Þú ert með Ibanez í hægri bakgrunn. Þú ert með Douglas Santos, leikmann Zenit í vinstri bakgrunn. Paqueta. Með tvo bestu hafsendum Evrópu. Já, ég er að segja í kringum þetta. Ég er að tala 1, 2, það eru svona 4-5 gæjar sem ekki vera hana. Ígor Tiago, ég veit að hann skoraði mikið fyrir Brentford í vetur. Mikið af þessum punktum. Það er stæðir og sendir. Það er erfitt að skora svona mikið fyrir Brentford. Og svo leikmenn sem er að koma inn á Fabinho, Luis Henrique, veist. Já. Ég er svona beggja brands með þetta. Þetta er frábært fótboltalið. Og ég er alveg sammála sem þú segir að þetta eru, þú veist, hafsendarnir með góða markmann og það er alveg fullt þarna, en samaskapi, oft horfum maður á bara, þú veist, þetta eru 11 byrjunarliðsmenn sem eru bara allir í bestu liðum í Evrópu. Það er ekki raunin núna. Það var það sem Albert var að segja. Svo eiga er náttúrulega Endrik inni sem á eftir að kveiki í þessu. Og svo náttúrulega vil ég fá að sjá Ryan koma inn á. Já. Það var maður sem ég var að vonast til að fengi hann inn á. Já, það og drippla boltanum á stað, þannig að það er alveg frábær í því, sko. Ég held að þinn maður byrji í næsta leik. Ígor Tiago gerði ekki neitt þannig fram í, sko. Nei, enda held ég að liðin séu líka að hugsa bara dreifum þessu aðeins. Já, en þetta var stæsti leikurinn í þessum riðli, sko. Já, bara er ekki flott að gera jafntefli. Jú, það er það. En bara mér fannst skrýta að kunni ekki byrjað. Bara miðjan hjá Brasilíu er svolítið þung, en það verður öll tekin út af þessu leik og Casemiro alltaf tekin af öll í hálfleik. En það er á gulu. En þú talar að besta frammistaðan hingað til í þessu móti. Já. Jói,
Hvað liði voru að tala um áðan, besta framist Bandaríkin. Bandaríkin, já. Mér finnst þessi fyrri hálfleikur hjá Marokko var eitt af besta sem ég sé á þessum móti. Þeir voru mjög góður. Sko, þessi Búati hérna á miðjunni. Já. Strákur fættur í Fraklandi. Ég væri nú með tárin í augunum ef að, þú veist, strákur hefði fengið alla þessa þjálfun á Íslandi og myndi svo velja að spila fyrir annan landslið. Já. Þetta er strákur sem er viku yngri en eldri strákur minn, sko. Þú veist, hann er það ungur og minnir ekki hérna á HM í ár, en hérna, það er hérna, leikskilning hefur fáralega, hann er á svona þriðja tíðinbili sko, hann er 18 ára Já. þetta er fáralega góður leikmann ég var með svona lista á rúfi yfir efnilegustu leikmann á þessum móti og hann var hann í öðru að þriðasæti á mér það er öll stórlið eftir honum og hann var sjá bara hvað hann er þroskaði leikmaður með aldur það var gaman að horfa á hann spila Það var að teima Casemiro hægri vinstri úr stöðu þarna og bara þetta var svona eins og að horfa bara á eitthvað svona prime Pirlo eða eitthvað þarna Við erum að sjá Alisson áfram í vandræðum Alisson náttúrulega með þetta úthlaup þarna í markinu svo missir hann boltan frá sem bjarga sér enda glæsilega þarna á 90. Þegar hann tekur hörðu vöslunum með hendinni þarna skot sem var að fara út af sko Það er enda rétt, það var leiðin út Hann náttúrulega spilaði lítið á tímabilinu og ég held að hvernig náðan síðast 30 Premier League leikjum Það er ekki búið að vera vesinn á honum í tölvöran tíma en Diop sem allt í hennu var Marokko-maður var mættur hann í hafsinu, var næstu búin að kveiki í leiknum Issa Diop, já Það er bara ekki nógu gott með þegar það er þrjúlið sem var áfram hvað jafntefli eru góð úrslit Já, það var í rauninni bæðilið voru ekki að stressa svo mikið á þessu það var svolítið raunin og maður bar þeim svolítið merki en að sama skapi, ég meina, það sem Ancelotti sagði eftir leikina, þú veist, þegar skort svolítið hugrekki og eitthvað svona sjálfströst í þetta þú veist, maður þekki brassan ekkert öðruvís en hann alltaf bara negla á þau þú veist, Vinicius Junior, þetta var frábælega gert á þetta mark en hann gerir rosalega lítið í leiknum þess fyrir utan hann var bara flatur það er smá flatneski þetta Já, ég er alveg búin að horfa á brassana með flatar en þetta og mér finnst mannavalið þarna frábært og ég laka til að sjá miklu meira á þessum brössum þeirri eftir að kveikja á sér, engar áhyggjur. Setur á þessum vinnera líklega í þessum móti? Nei, ekki sem eitthvað líklega vinnera en þú veist, þetta er alveg gott lið og þú ert með menn sem geta að tekja alla á í Vinicius og Rafinha og svo held ég þessi Endrik hann á eftir að dett inn svo ertu með Cunha kom feskur inn í seinni hálfleik Neymar líka, sjá hvað verður hann í Já, geðveikt að fá Neymar að inn maður Þetta Hann á ekki til að spila neitt Neymarinn? Nei Jú, maður. Er hann ekki valinn bara þessum 2070 leikmaður einhvern veginn bara vera til að hafa gaman einhvern veginn og nota Casemiro svara spurningum um hann Sjá hann í þessum vasspásum hann það gæst þau eitthvað svaka gæi sko Kíkjum aðeins á næsta leik Löður með Dóttarfútból hlaði sjálfsögðu áskriftin þar við þekkjum það öll samul í Parka appinu, þetta er einfalt, þetta er gott Haiti 0, Skotland 1 Já, Roy Keane tókst að kveikja í skotunum þegar hann fór að tala um John McGinn þegar hann var lélugur, það var hann ógeðislega lélugur bara einhver mest að óþarfa komment sem að, þú veist, það þurfti ekki þá ákvað bara John McGinn að setja hann að sjálfsögðu Já Hann var náttúrulega ekki búin að vera eitthvað aðeins tæpur og það var alveg pæling hvort að Kristi myndi byrja leikinn undan honum. Það var alveg svona rumræðana fyrir þetta allt saman og ég veit ekki, þeir gerðu bara nóg skotarnir. Það var svo sem engin rosalegur það var engin afgangur að þessu en í markinu sem móttaka á Che Adams. Já. Þetta var ekkert eðlilega vel gert, maður vissum ekki að hann hefði þetta í sínu vatnabúri Nei, það var mjög vel gert þegar hann haldar svo lífi, hann svo bara skora þegar boltan sinni í momentinu. En þetta var fáralega jafn leikur. Já, það er bara málið. Djöðlega gaman sem McGinn skora þetta. Það var svona eða daðra við sjálfsmarksand sko. Já, fyrir Já, einmitt. Náttúrulega Skotarnir hafa gert fullt af svona grínúrslitum í gegnum tíðina, þannig að það var ekkert þetta að bóka eitt eða neitt þarna. Aðal kóngurinn í þessu öllu sem var Johnny Placide, markmaður Haiti. Hann er stikki. Ég hef oft verið yfir 100 kíló og ég þekki alveg mína menn þegar ég sé þá og þetta er 100 plus kóngur. Já, hann var líka að láta menn svolítið heyra það. Já. 38 ára leik með Bastia í annardildinni í Fraklandi. Já, ég held með skotum fyrir leik en svo sá ég þennan og ég varði einhvern veginn að halda með hann er allur þykkur og glæsilegur Já, hann er svakalega sjarmerandi hann er svona þeirra Óskar Borgþórs hann á tímabili með Oldham fyrir 8 árum, já þetta er bara einhver algjör kóngur þessi gaur Þetta want to watch og ég mun fylgjast grannt með honum í þessu öllu saman Herri, það verðist vera á Ítalíu hafi ekki gert Scott McTominay neitt greiða
því að þú veist, hann orðinn hægari en vika í fangelsi þú veist, það bara hægar vika í fangelsi hann bara múið missa eitthvað bara, Ég fatt að þetta ekki hefur það ekki verið í steinunum þá veist það ekki en þú veist, það bara lengi að líða sko Já, ekki einangrun sko ok en já, en hann alveg bara búin hann átti að skoti stöngina þarna í fyrra áleik tapa einhvern járn sem hann hafði vanur hann með kraftin og þetta sko hann kannski eitthvað aðeins meiddur en kraftminni en ég og að þekkja minn mann hann hins vegar vann HM-velunin fyrir þessa auglýsingu þar liðu ég ekki eins og ég þarf ekki múin að sjá auglýsinguna með honum að í Napoli Nei, ég ekki maður sjá hana ok, hún búin að fara sigurför út allt þessu auglýsing rosa leikstjórar á henni og allt svona hver sítinn á þeim jakka? svona milli milli já og léttur liður svona kannski ekki nú þungur fyrir mig en ég að fara sýnist nú búlísörn og komið sér upp hérna Maður sjá þannig hann já þannig kallinn sko þetta er hann glæsilegur já, þetta nefnilega Djúvillig leðrið að koma heitt inn Declan Rice var líka hendi í eitthvað liðurauðlösku já, ég er kannski alveg Declan Rice það var kannski ekki alveg nafni sem ég var leita það fór ekki eins hátt greinilega eins og þessi en hérna meðan að leika eins Wilson Ísidór, hann var slakur hann hélt boltanum ekki neitt menn hann er svona súbisetna þeirra eftir Sönderland tíðanbíl Þessi championship frammerir þeir eru að skora meira í dag já, menn er að velta fyrir skort að vermiðin var hækkað 20 miljónur já, það var bara talandi það menn okkur að taka þetta smá kannski út úr í þessu með Netgyro, ef ég ætla að kaupa hann leiði þá þarf ég ykkur að halda Netgyro og vona að Netgyro séu tilbúinir í þetta verkefni með mér það verður rándýrt þegar það kemur að því hvað er uppáhalds sænigegar sem hefur komið eftir svona HM-mót þar sem að þegar menn voru ekki jafn skátaðir Uppáhalds sæniði? Já Ég held að sé bara Jemba Já, United Kókurinn Ég er svona langt Var hann keiftur eftir HM? Var það? Já, eða ekki Hann var náttúrulega komið 2003 þannig að hann var ekki HM þá Var hann góður 2002 ef þú veist Beintið til HM hjá mér alveg klála að menna búli stekka á þessu það er náttúrulega hérna El Hadji Diouf 2002 Diouf Þegar að menn heldu, allir púlarvinni minni heldu bara að þeir væri að fá einhverja maskínu þarna inn sko. Svona skoraði hann ekki eitt mark á HM, það gleymist. Svo var bara eilíð að brasa á þessum gæja sko. Já, þetta er sko, hann náttúrulega keypti 2003 hann Jemba, en ég veit ekki hvort að hann var spottaður á HM. Hver er fleiri? Ertu að ruggla saman með Klebersson? Já, það getur verið Klebersson sem ég ruggla. Já, Klebersson var náttúrulega. Klebersson keypti 2002 liðinu og Brasilíu. Þú eru að tala um hann. Já, þegar voru að tala um hvað Brasilíu liðið var skemmtilegt 2002 var hann kóngurinn. Já, það hafa leikmenn verið keyptir. Hvernig er þú með? Sko, það eru hvar er ég í þessu öllu saman? Ég man ekki hvort að Assina hafi farið. Sko, 96 keypti mannstjóðan Karel Poborski sem að vippa hann yfir Vítor Bæja á EM. Já. Sem var náttúrulega svona 96. Algjörlega stórkostlegt stöf, sko. En, já, svona, ég ætlaði bara, ég var ekki búin að hugsa þetta sjálfur, ég ætlaði að láta ykkur hugsa þetta. Ég man hérna eftir HM 2018. Já. Golovin, hérna, Rússi. Já. Hann var sko bara að leita ekkert eðlilega vel út. Svo bara fór hann held ég fekk að múti Monaco og bara hvarf. Reyndar ekki, hann er alls ekki torfið hann. En þú veist, menn held að þetta er ykkur svona, bara ykkur, þú veist, það var rosalega verð með hann. Svo held ég menna bara til skoðan og það einhvern veginn var ekki smík úr honum. Nei, ég man að svona, svo fengur leikmenn eins og Cannavaro, hann fekk Real Madrid þarna eftir 2006. Var ekki Cannavaro líka fullorðin þá? Jú, en bara cool að fá Real Madrid. Við sem hugsaði þetta eins og ég ætla að koma með þetta næst. Já. Það var svona top of mind bara eitthvað, því að maður er að hugsa um hennan Marokko-strák, hvert fer hann? Já. Hann verður ekki lengi í Lille. Lille líka, þeir selja sko. Já. Þeir gera það. Það er hluti af businessplaninu þar. Kíkjum að sjálfsögðu á riðilinn góða. Fór í garðinn helgina. Ekki út í garðinn, heldur í Smáralindina. Sem að frábær garður. Mathöllin þar. Það er snild. Það er snild. Enn einn snildin í Kópavogi. Ég verður elska þessa mathöll sko. Hún er frábær. Hún er ekki út alveg nú. Já. Ekki hættur að fara þangað inn. Já. White Boys og þeir hrætti við Dalvin, það er gott. Það er bara jákvæmt, viljum ekki White Boys þar. White Boy.
Þú veist, það er ekki, það er mentality en ekki annað, sko. Já. Það er að reyna að útskýra þetta fyrir þér. Let's go. En Þjóðverjar jörðuðu Curaçao 7-1. Já. Herðu, og hann skiptum föt í hálfleik. Nagelsmann. Já, hann var svona í ykkur svona... Þetta er einhver steika sig guð, sko. Já, ég hef alveg orðið var við það. Þú hefur svona hérna, já. Bara líka hvernig hann var hjá bæinn og svona, sko. Myndband af honum hann sem er að dansa hjá bæinn. Já. Það var skrítið. Þá held ég að Rúmenikku og fleiri hafi svona herðu, þetta gengur ekki. Sjáu hérna, hann byrjaði þetta í svona Gunnar Birgis ból. Það getur svona verið Gunni Birgis þarna vinstra með frá okkur séð. Já, fer síðan í hérna einhvern tíból. Hefur hann ekki bara svitna eins og móðafokkar í fyriráleik og svissaði yfir? Jú, þetta er... Men ætla það. Hann er ekki náttúrulega svalur þessi Nei, hann er það ekki. Var hann ekki alltaf að mæta okkur skúter og eitthvað þegar hann var þjálfað? Hjólabrettum. Ég spáði fyrir mót og mikið hlegið að Kai Havertz er því markaðasti leikmaður mótsins. Ég var að svona blunda við þá pælingu að myndi skora 3-4 í þessum leik. Já, þannig að þetta er næstu í vonbreiði. Þetta er svona næstu fyrir mig af því að þessi leikur fór nákvæmlega eins og ég hafði hugsað. Svona... Og minna á það að dokk tilbúið, það er refresh núna. Búm, 20 verða 100. Já. Hann rétt svo redda þessu fyrir þig. Þetta var tæft. Hvaða markið á 93 mínúti eitthvað? Það var mjög seint. Og þú líka kólaðir vítin. Hann er á vítunum, þeir fengu þarna víti og hann skoraði. Ég bjóst við 2 vítum í þessu leik. Já, ok. Bjóst við fleiri svona tæklingum eins og meistari Bazó er hendi í hana. Alveg glórulega tækling. Þetta var bara þægilegt og kannski, maður lærði nú lítið af þessu, en þessi Nathaniel Brown, skemmtilegur leikmaður, sem vinstri bakkarn frá Frankfurt. Hann er skemmt saman á því hann komir út úr þessu, svo hann er bara gaman að sjá, þú veist, hann er næra núna flugin eftir þetta meðslar hjá tímabili og Musiala. Hann var að skemmta sér hann bara í svona leik, sko. Hann hafði nú ekki mikið fyrir þessu. En já, þetta var framistæðan, hann bara fyndi þetta mark sem þið skoruð, það var einhvern veginn bara deflection. Já, útvöld að það hafa átt sér stað. Þetta er alveg verið innkomið ungdaf. Mark og 2 stóðsendingar, kemur hann á 60 sekúndum. Hann er með 10 landsleik í 7 mörk. Þetta er bara svona prins Rækjamar. Já, Curaçao. Já. Það er heldur betur þannig. Sko, fyrir þá sem að halda með Þýskalandsliða, ekki heldur með Þýskalandsliðin í Kanada. Þeir með endilega láta mig vita hvernig ég get hort á myndina 1990 lið, þarna sem heitir eitthvað fallegt sumar á Ítalíu eitthvað áleika, og 94 myndina sem að fjallar tíma Berti Vogts þegar besta lið sögunar fór saman á HM 94. Ætluðu að labbi gegnum mótið og ætluðu að byrja að reyna á sig í undanúrslum en dutt út á móti Búlgurum. Þeir ætluðu bara að jóka í gegnum þetta svona í róleitunum og svo var hann bara með Frans Beckenbauer heim í Þýskalandi á bakinn á sér 24/7 hérna Berti Vogts. Já, eftir þetta. Já, fyrir, meðan, eftir og svo fórum við vonlaust lið á EM 96 og vann það. Það var rosalegt. Já, ég var að halda áfram. Er það ekki? Jú, höldum áfram. Förum við næsta leik og ef þeir að leita ykkur vinnustrákar, þá var Alfreð. En þeir voru ákvarðat í vinnuleita ákvarðat núna. En það var Alfreð.is, þar gerast hlutirnir. Og öll störf, þau eru auglýst þar. Förum í leikinn sem að framfór í gærkvöldi. Kannski besti leikur HM þar sem að er Holland-Japan, fór 2-2, Japanar ævintýralega hefnir. Skallið sem að aldrei gat böggað verð bruggen fór í hausinn á öðrum manni, þar að segja öðrum Japana. Já, og þetta er 2-2. Kamata Átamar. Já. Engin spurning. Fyrirháleikur í þessu leik, seinna áleikur var skemmtileg, fyrirháleikur var frekar slagur. Já, mjög taktískur fyrirháleikur. En sko, mér fannst Holland bara leið og grýttu boltanum fyrir. Sérstaklega fyrstu leikadri og fengur alltaf eitthvað færi. Já. Voru meira með boltan í fyrirháleik en það var ekki tempo. Nei. Hann náttúrulega sko, hann náttúrulega nota Denzel Dumfries í svona einhverju hybrid hlutverki í þessu kerfi. Þeir verjast í svona einhverju 4 manna, 4-3-3, svo ítir hann rosalega hátt upp og minnst það bara svona vannýta Frankie de Jong þannig. De Jong var að droppa niður. Já, hann ítt honum hérna, þetta var bara, hann var að vannýttur í þessu kerfi. Dumfries á svo mikið að íta upp og breyta sig eitthvað vangbakvörð eða hvernig sem þetta er. Þannig að, já, en þeir sem fundu svo skári lausni við í seinna hálfleik, þá var þetta skemmtilegt. Það var bara eitthvað deflection dót þarna í Japanum, hálfleik þetta miklu betri Japanir. Hvað sé það? Já, þeir reyndi,
Japanarnir þorðu aldrei að stígu upp fyrir en að þeir voru undir. Já. Mér fannst samt, sko, þú veist, jú, Japan miklu minnum boltan sérstaklega í fyrraáleik, en mér fannst alltaf samt þegar þeir komust í stöður, fannst mér miklu meira tempo í sóknarleikum með það. En, þú veist, klaufar samt hollendingar með hennar leik í seinna áleik koma bara svolítið hendur svo leik með þessum skiptingum. Daniel Malin sharp, Já. fannst mér. Sérstaklega að í byrjun leiks tekur hann að geðveika snúning á þetta, 2 skalla inn í markteg og bara varaflur. Langsprækastur í fyrraáleik. Hann hvað, gift út að hann líka. Ég ætla að besta frammeðstæðan í þessu leik samt Gravenberg, sko. Alltaf setna marki á Sömmuvel, mjög gott marki á Sömmuvel, en fótavinnan hjá Gravenberg, hann tekur 2-3 leik hann ára, hann setur bolti til hlýðar. Já, vel gert og líka köttamanninn. Hvað var japanski varnarmaðurinn að gera móti Van Dijk? Á hverju var hann að reyna að selja okkur eitthvað brot eða? Hver á pælingi? Já, Van Dijk þarf ekki að hoppa, hann skallar þetta bara standandi, sko. Geðu skallir þetta? Já, bara setur hann í hotnið, þannig að hann hafði líka bara nægan tíma til að aðtapna sig, sko. Það myndi mig smá á minn mann, eins frábær hafsendana hann þá gera hann ána til að gera þetta svo nokkur sem í leik, Gabriel. Já, er hann að fiska eitthvað? Já, svona, íkja eitthvað svona smá touch á baki. Gerir það ekkert með Van Dijk hérna, en álætti. Bara klárar þessa aðgerð, sko. Aftur urðu við urðu við svona fórnar þess hvað jafntefli eru fín úrslit. Já. Sko, ég var að ég horfði á þennan leik á RÚV 2 svo eftir þá voru Arnar Gunnarsson landsliðsþjálfari og Eiður Smári Guðjónsson innlabbar minn maður ég var í stoltur á hann Gunnar Birgis Glæsilegur. og ég hef aldrei séð Martin Tyler eða Peter Drury eða Clive Tisdale eða hvað sem hetjur í kommentarbranssan að koma inn þeir koma aldrei inn í stúdíu aldrei, ég bara aldrei séð það röltir ekki minn maður yfir í stúdíu og tekur yfir postshow matsi og bara, ég hafði svo gaman að þessu Arnar Gunnarsson og Eiður, þeir voru bara hún beindi öllu spurningur að honum þeir voru bara aukalengar þarna ég held sko að þetta Mosó sjálfstraust þetta er bara eitthvað dót sem við þurfum bara að fara rann hann og Simmi Vill og Steindi Junior og þessu kongar það er eitthvað Mosó mentality sem hún bara finnur ekki þeir eru rosalir einhver mannfræðar ansvörg á þetta. Já, þetta eru bara... Er eitthvað ultrasvægi yfir mönnum þarna. Já, þetta var ótrúlega, sko. Það var bara, Eiður býttu aðeins, sko. Ég skil alveg Helgu. Ef ég með því smára með mér og Arnar Gunnlaugs og Gunnar, þá fara mínar spurningar á Gunnar. Það fara allar mínar spurningar á Gunnar. Það var geggjum. Hann tók algjörlega yfir. Hann stóð sig vel. Já, hann stóð sig glæsilega, minn maður. Og lét þetta stjörnurnar bara, þeir fengi ekki að vera með. Nei, þeir punktuðu bara niður. Kongurum var bara með þetta. Já. Svíjar tóku Túnis og jörðu á 5-1. Já. Gaman að sjá Ísak koma maður er bara búin að sakna hans. Hann, bara að marki sem að skora svo, vinnur á boltan og framhæli í pressu og leggur upp á Jokeres og svona. Já, hann bara sterkur. Já, sterkur. Geðið markið að Jari, ég veit ekki, er þetta ekki bara svipa og tala Þýskaland? Getur við rýnt eitthvað í þennan leik? Ég veit ekki bara Túnislið bara það lélegt. Já. Túnis var nú kannski ekki alveg, þetta kemur óvart, sko. Er það? Já, þetta verður ekki alveg svona agalegir, sko. Maður setur þá ekki á sama level og Kroká þá, sko. Töpuð 5-0 æfingarleik. Já, þau komið svona ekki sterkir inn í þetta, en maður hefur svona haldið þetta að vera aðeins meira. Kannski áhört með hann Azjari sem maður leiksins skoraði 2, sá að hann fagnaði ekki. Já, þegar hann fættur í Túnis. Pappa sér frá Túnis. Frá Túnis, já. Mamma sér frá Marokko. Já, einmitt. Þannig að hann er samt alltaf bara fættur uppalinn í Svíþjóð, sko. Já. Þannig að hann er ekkert að valja geðvik mörg. Já. Og setna marki algjör klínan líka. Þannig að ég rætti hennar leik við Daða Ómars fyrir leik í gær og hann sagði, sko, Svíja vinna hennar leik þar að segja þeir ná að hafa gætur og Hannibal Mejbri gleymd honum í 1 sekúndu. Já, og þá kom hann bara mark. Hann lagði hann upp og þú veist bara fylgur bolti hjá hann. Já. Getur þið séð nú voru Chelsea eru fannir að safna peningum fyrir sumarið búin að selja Kukureya. Ég vissi þetta var að koma. Getur þið séð leikmenn eins og Hannibal Mejbri á brúna? Ég held að við höfum öðrum nöppum að neppa. Maður hefur heyrt margt vitlausara. Já. Ég var ekki bara skemmt þetta på endurkomu. Hann fikk 1 sekúndu. Það var ekki 1 sekúndu á boltan og þá var hann búin að... Allt þú bara áfram að kaupa Harvey Barnes, Albert. Ég hjörðu bara að reyna að kaupa hann. Nei. Þetta var samfærandi hjá Svíunum. Þetta var það. Ótrúlegu munur á þessu liði eftir að Graham Potter tók við þessu. Já, bara drillað 3-5-2 kerfi sem hann er með núna. Bara náði besta framúr sem hann er með þess að 2 öflugu framir, já. Það er bara eitthvað svo típist að Svíjar gera eitthvað á þessu móti.
fá algjört fríhitt, ótrúlega síðan Potter mætt með kúragatin og býr til ykkur stemming en við sjáum, það er svona það er alveg testum á Hollandi, þá sjáum við meira hvað býr í svo lið en þeir eru konum með þennan sigur, nú eru bara nánast stoltur, nánast konur upp sko. Vel gert, Svíjar Ég var að velja besta leikmann helgarinnar Tóku við Ekvador fílabeinstöndina Nei, heyrðu, ég glemdi honum Ekvador fílabeinstöndin Ekvador fílabeinstöndin Vá, ég var næst búin að glemma honum Já, bara hörkuleikur Maður horfði hann í gerðkvöldi Sko, hann var Hjörvar gleymi honum þegar Amat skora vinnin það var þetta ávitt Ég gerði bara ráð fyrir að hann myndi skora vinnin Það byrjaði ekki einu svona inn á kallinn Hann er leinuvopnið þeirra En við sáum í þessu leik Þetta veit alveg að Ekvador fengi alveg færi í þessu leik En þeir eru í bölvuðu helvítis brasi með að skora Já, svona eru bara nánast allir leikir hjá þeim Þeir eru bara lokaðir og svo dettur þetta öðru hvorum megin það hefur oftar dottið þeim megin síðustu mánuði en þeir eiga hana eins og kemur inn á 2 skot í slána Ég var bara að segja að þetta Ekvador það var ok, að vesen að mæta þeim í 32 leða sérstoflega þetta er náttúrulega alveg þeir eru bara belti axlabönd og allt þetta Ég held bara að skipting og máli hverjum er að mæta hvort þessi Fílabeinsströndin eða þú veist Þýskalandi lokalinn allir leikin verða svona það verða alltaf hard to beat spurning hvort voru meina dettu sko þeir vinna samt alltaf þeir taka alltaf nokkur mörg til Curaçao og komast í 32 Sjáu þið hérna þegar að þeir skora markið Fílabeinsströndin af því að krakkar í dag eru svo meðvitaður kamerur á vellinum og svona Jandi og Mende fagnar svona eins og bara hans 6 ára hann svo glaður sprakkargjöla það var engin leik þáttu þannig gangi að stælar en Amad Diallo auðvitað er maður sem þarf að keyra áfram þetta Fílabeinsströndarlið ef þetta á að fara eitthvað Mér fannst hann mjög góður hann Jandi og Mandi í þessum leik Hjörvar að þú myndist á hann áður að fara að hefja Amad upp til skíjana hann var ótrúlega skemmtilegur í þessum leik Já, hann er bara kröftugur leikmaður kröftugur leikinn og fór alltaf gjössanlega óð á þá þannig að ég skil núna ég ætla bara ekki maður hefur ekki séð það mikið á honum en þetta var hrikalega gaman að sjá hann í þessu leik Hún verður bara rósaður, horfður á leikin í nótt. Ég horf leikin nú. Þessi var bara 11 sko. Þessi var bara 11 sko. Hann var 11. Já, fyrir ekki á Svíþjóð sem hann Svíþjóð, það var hérna, ég var líka ég var snemma að sofa. Nei, ég var líka að horfa á þú ert að rugglast á leikjum hann fyrir Víks. Ég lét nú Svíana í friði. Það var tölvöld að leikju sem að sjá helgina. Maður sá mjög mikið af fótbolta helgina. Bíkarinn og deildin ofan í svo bíkarinn og gjörsamlega búið að steikja manni hausinn. Þeir fyrir allt saman í eitt, kall minn. Það held ég. Við skulum halda áfram. Og förum og gerum þetta upp með Kia. Hver er bestur helgina? Bestur helgina? Og velja Balogun, Ayari, Balogun. Hver er fleiri komið til grunna? Sko, þetta er náttúrulega gæjar sem er að skora og svona. Já. Boati var svakalega í svona risa leik sko. Tefli samt sko. Nei, og líka móti Brasil 18 ára gamalt sko. Það er eitt sæti sem skilur á þessu liða heimsmeistarunum. Já, en þetta er samt ég er með þér sko. Þetta er strákufættur 2007. Ég ætla ekki að tala þetta niður. Hann á þetta sannlega skilur líka. Já, hann er bestur í minna með fullri við ekki. Þetta er frábært mörk hjá Ayari hjá Svíþjóð. Ísak líka með hvað var hann ekki með 2? Ég er auðvitað. 1 og 2 stóðsendingar. Ísak var með 1, já. Kravapets var líka frábært í Japan en Boati. Hann var fáránlega góður í þessu leik. Hann átt að skilið. Já. Þá förum við í þjálfara. Ef við gefa þá Potts það? Þess að fekk líka símtalið og svona. Já. Til það, MSFI á Fílabeinsströndinni. En kóngurinn sem er að þjálfa Ástralíu. Herði, já. Er það ekki, var það ekki masterplan Tony Popovich? Tony Popovich. Er það ekki? Þetta er stæðsti sigur. Tony Popovich. Já, Tony tekur það. Gefum honum það. Reyna að kíkja hérna á James í Real Madrid er frábært sjátt með leikmann keiptur eftir HM. Já, þetta. Heyrðu, svo er það Ruben Amorim er tekin við AC Milan. Takk kærlega fyrir þetta. Er þetta ekki sparkun og svolítið pening núna? Var ekki búið að borga út, það var að vera gæðanum svona bara hitt og bítandi. Ég held að United sé að spara. Við erum alltaf að spara. Mílana, já, þetta er áhugavert. Já, menn er að... Komi, here we go.
Já, þriggja hafsendi kalli sér, já, það hljómar alveg tölvöld betur. 3-4-2-1, gjörðu svo vel. Já. Gjörðu þið svo vel og njótið. Ég er náttúrulega Míla maður í mjög sáttum með þessari ráðningu. Já. Og hefst vegferðin hjá okkar mönnum. Það ára búðingurinn. Búðingurinn. Þú komst með ágætið sjátt áðan Hjálmar. Ómar Alderete var umulugur. Já. Van de Ven fann sinn innri Luke Shaw hérna í jöfnunumarkinu eða var það í fyrsta markinu hjá Japan. Hann er ekki það góður Van de Ven. Þeir fóru alltaf í gegnum hann sko. Það hann mjög slagur. Já. En þetta er skellur hjá Paraguay og við sem Montella mæta bara með Tyrkina sofandi. Já, það var helviti léleg úrslit. Mér fannst líka, þú veist, þrátt fyrir að Þjóðverjar að vinna Curaçao 7-1. Fyrst fannst mér Leroy Sané skelfilegur svo leik. Ég var að horfa á hann. Þú veist, á móti Curaçao. Og sér það líka fyrir meistardildinni, hann byrjaði ekki þessi stóru leiki. Með gala. Þú veit hann dala maður. Fyndi hann skuri vera þarna innan. Þú veist, ég er ekki að segja til að ég hafi, þú veist, hver ætti að vera 100% staðin fyrir hann, en bara hann hangið þarna kallinn. Það er vitt samt að taka einhvern eftir 7 sigur og setja sér búðing, sko. Það er bara að koma sér frá það, þetta var smá sjokking að sjá. Hendi þessu á Montella, fyrir að vera bara einhvern veginn með, Tyrkina slaka. Já, það ekki. Montella. Hann held ég að eigi þetta bara skilið og þetta var ekki gott. Hún hafði verið mjög glæsilegur á hliðalínunni. Það vantar aldrei upp á hjá honum. Herðu, hefur að fara í vinnira og lúsera í söllu saman. Ég held ég sé með þetta eitthvað hérna. Já, þetta er bara fínt laga fyrir þetta. Það er einhver menn að ræða þarna fyrir aftan hjá mér í tölvunni. Sko, hvað ég veit á. Sko, Hjörvar, þú baðst mig líka fyrir þátt með 5 bestu augnablikin. Já. Helgina. Já. Hvort þú þetta gleymaði ekki. Já, ég er svona aðeins að gleyma því. Já, það var alveg erfitt að finna það sann, sko. Já. Erum við búin að fara yfir eitthvað þetta? Já, kottu með það. Já, ég skal koma með það. Sko, eins gott að komst leiðir þetta með mína konu þarna á hann. Fullorðinskonunar. Þú ætlaðir að hafa þær í top 5. Var það nummer 1? Nei, það var heim á svo lista. En sko, ég hafði rosalega gaman að sjá Makkin skora á HM. Þannig ég var með Makkin hann í 5. sætinu. 4. sætinu yfir bestum HM-mótunum helgina þegar ISO Speed poppaði hann upp með Ronaldo Nazario og Kaka. Já. Það var, við vorum líka með Óla Kristjáns og Hödda Magga lýsað þeim leik. Þeir voru ekki alveg að átta sig á hver það væri. Sko, Spítarinn var líka að deila við Zlatan og Henry. Já, var hann. Já. Hann er út allt annað. Ég sé reyndar á Twitter að fólk er alveg komið nóg að sjá hann poppa upp allstaðar hann á HM, sko. Já, ég reynir það. Við höfum gaman að. Ég vil fá meira á þessu. Já, við erum Spítarar. Herru, í 3. sæti Curaçao jafna gegn Þjóðurum. Mómentið. Já, augnablikið þar. Þeir héldu þau út í ykkur 17 mínútur í 1-1. Já. Jöfnunumark Katar gegn Sviss í öðru sæti. Þeir áttaði bara svo skilið að fóta mark á sig. Já, í uppbótu tíma, já. Og svo í 1. sæti, fjölskylda mín hefur nú oft verið kallur reyna fjölskyldan hérna. Já. Þannig, og ég skil tenginguna. Ég fann ekstra vel fyrir henni. Þegar hann skoraði þetta snirtilega mark. Utanfóttur snuttan. Settan. Gegn þínum ljónhörðu Paraguay-mennum. Já, ég held að Paraguay-mennir eigi eftir að býta frá sér. Já, sjáum til. Þetta var algjör disaster framist það. Já, þeir eru lélegir. Ég skal alveg viðkynna það, þeir eru helviti lélegir í þessum leik. En Kanarnir voru líka góður. Já, þeir voru það, sammála því. Já, mjög góður. Hvað sjá, þá held ég við getum farið yfir. Við slum fara að velja að vinna og lúsera þessara helgar í lokin. Við veljum alltaf Gunnar Birgisson sem vinnur eftir hans framistöðu bara alla helgina sko, og líka drag í bíkarinn og svona. Já, ég meina, hann var allstar. Hann ber ábyrgð á öllu sem gerist einhvern helgina. Svo var ég að labba frá með Kína, Amerikan Style og nýbúlega við. Þá var bara okkar maður inn á Kínahófunu. Kínahófunu? Hvernig getur Gunnar Birgisson verið inn á Kínahófunu? Hann er allstar. Okay. Þetta er bara kóngurinn í dag. Rúf 2 eru vinnir. Það var aldrei verið mikið hort á þá stöð. Já. Þannig að þeir eru þetta skilið. Út vinnir fyrir þetta líka. Herru, Viktor Gísli. CL með Barcelona. Já, hann er vinnir. Ég verði ekki á .net vinnir. Þessi nýja síða hjá þeim. Sammála, hún er glæsileg. Maður þetta með og fleiri. Þetta er 11 ára þeir. Flott. Já, og komið svona áskautamótil og líka signing of the season við í sig, mættur. Skagamenn eru vinnar þrátt fyrir að detta út í bikarnum með þessi minningasteinn. Já, Sigursteinn Gíslason. Mitt á frábært framtak hjá þeim. Heyrði að fótbolti.net á laugardaginn voru eitthvað að ræða ef að
Noregur mætir Bandaríkjunum í 32 eða 16 úrstum, þá spáðir því að Erling Haaland fá ekki vegabréfsáritun sem var mjög skrítið teik. Já. Það var eitthvað í þættinum Er þetta sem getur flokkað undir áróður? Já, ég veit ekki hvað þetta var en þetta var mjög sérstætt því að ég var að rifja upp sko, ákvörðat í dag eru 30 ár frá EM 96 og þá var all miðborg Manchester sprengd í tætlur. Stærsta sprengja sem sprungið í Bretlandi eftir seinna stríð. Bara heill miðbær þurrkaður út af íra. Og fólk mann ekki eftir einu vesen og öðrum stórmótum. Það var bara einn miðbær sprengtur í bara þar sem iðnbyltingin byrjaði í heiminum. Bara sprengd í tætlur. Það var ekkert. Ég glemir því nú bara. Það eru fleiri sigurverðir sem ég ætla að segja 45. og 47. forseti Bandaríkjans sem að þú veist, það er ekki nóg með að Kanada á unnina leik heldur að, þú veist, þetta er andlit New York borgar og Nixon. Já, Nixonu. Sko, Home Alone 2 ef þið viljið fá staðfestingu á þetta sé andlit New York borgar. Já, það er lapparinn á Ritz. Já, þannig að Hótelið, það er iconic. Jói Kalli, hann er vinnur eftir þessa helgi. Hann er komin á bragðið. Ísak Bergmann vinnur líka. Ísak Bergmann og trúlofurinn og allir pakkin. Já, komin með fjölskyldur í Keflavík. Þannig að, þú veist, ef hann er að fara í eitthvað flug, þá getur hann gist þar, stutt að fara. Þú veist sem er snild, sko. Já, herri, ég man alltaf eftir þessu. Þú varst í brennslunni með Rikka G. Já. Þú varst að velta svona steinu hvernig lífið þitt myndi breytast ef þú myndi búa á ákveðnum svæðum. Og þú spurði Rikka hvernig lífið þitt myndi breytast, líf hans myndi breytast ef þú myndi búið í Keflavík. Þú myndi fara ofta til útlanda. Það er gott að skutu mörg eftir það. Mér fannst þetta stór eins og það sem voru að stoppa hann. Búið svo langt frá flugvöllinu. Gamli góði hálftíminn að keyra. Þetta var, ég man eftir þessu. Ég ætla að henda mér henni til London núna hérna. Flýta til Keflavík. Fara ofta til útlanda. Er eitthvað meiri í þessu? Einhverjum feinir að lúsa? Við reynum nú yfirleitt aldrei að hafa neina lúsir í þessu. Nei. Ég hef ekki að veita svona létta áminningu á Þorpið. Já. Þorpið? Akureyri, bara Þór. Já. Þór. Og þrátt fyrir hérna árásir Jóa á Dalvegin þá ætla ég að velja mínum en í Einar Á vinnur. Þeir eru reynda vinnur. Einar Á sjáum þetta allt saman og það er mjög gott og þessi fallegi Dalvegur þar sem ég náttúrulega lifti á hverju mótni Thor's Power Gym. Þannig að ég kann ákaflega vel við. Kanski kemur bara með það. Örugur þar. Þú ekkert í Thor's Power Gym. Ég þarf að sína nokkra staði á Dalveginu. Ég ætla ekki að fara að þanga einn. Þú ekkert í Thor's Power Gym að gera, ég get alveg lofa þér því. En já, er hægt að horfa þáttinn seinna? Já, streymið fer ekki eitt eða neitt. Nú, til hafa ekki með titilinn AI. Akaði fyrir. Hvað var það? Það er Premier League, kallar minn. Sá stæðsti. Sveina á þessi brandar að vera búinn. 38 leikja mót sem var gert upp á 2 mínútum hér, en 1 tapleikur í meistaradeildar og úrslitaleik. Það var að fara í 4-5 sinnum við það er svona er þetta bara en svona er þetta Þú voru búin að fjalla Arsenal allt tímabili sko. Já. Og hvernig var svo hvernig einasta leik sem það var sett út á öll kaup spilamennsku liðsins, svo þeir að vinna þetta, ekki orð. Já, til að mikið með þetta aftur löngu komið tímum að fagna þessu vel og innilega það var, en mér sýnir svona chatið, ég sé svona búin að fara yfir bestu spurningarnar þar og þakka þeim sem að hlýttu á Spotify hvar sem þeim tækið ykkar podcast minna það á Ormsson á morgun í Bræðun Ósson ég svo sem get ekki tekið morgun, ég ætla kannski að taka 2-3 lög og fjalla eitthvað aðeins HM þannig að við þessi bara ákveða hvað lög? Já, það er allt klárt og meðundirspili og öllu Við langar rosalega fánt í hann kallakór til að taka eldgamlan Karlsberg fyrir mig. Ætla óska Svanþóri sem á nafnið. Karlsberg Kastalinn. Já, góð vika hjá honum. Hvert fer Jason? Jason fer í KR held ég. Það meikar svo mikið sens. Töluðum það á .net að Amin Kosic væri bara færi í júli. Já, var maður ekki skítrættur samt við að taka hann? Jason? Já, jú, hann er búin að spila meðsla 140 mínútur sem voru að spila á þessu tíðanbili bæði búin að vera glíma með meðslu og veikindi en hann er vist fitt núna. Já, svo kemur inn á völlin sko. Já, þetta mun taka tíma að koma honum að stað, það er alveg klart mál en KR er búin að bjóða hann sannig. Hvert er Árni Vill? Maður sá nú að ég veit ekki hann fer ekki í KR? Nei, hann í Blikum bara svona mest basic pælingin bara Því að fyrir mér er Árni Vill alltaf 23 ára en hann er
Hvað er hún gamall? 31, 32. Já, hann endist eins og við hinn. Það er bara svolítið, úst, hann er ekki meðslagetni, en það er svolítið langt síðan hann spilaði eitthvað bolta, sko. Hann er búin að vera smá fríi. Ég geti líka alveg séð hann fara á norður. Já. Þú veist, Þórsson er alltaf búin að bjóða honum samning, eða allan hann bara heyri í honum. En vantar ekki Káa líka bara svona hreinræktaða nýju. Já, bara einhvern. Enn eitt sóknarmaður er samt, sko, en það vantar sér bara 9. Ég held þegar að Sævar mæti með þá hugmyndin á fund, þá held ég að verið, nei, nú slaka bara, búið kaupa nóg í. Þeir náttúrulega voru með sömu framlína frá 2015 þetta er eina framlína sem að döði í 10 ár, sko. Já, hún var enda rosalegt. Ég segi Breiðablik F á Káa. Já, FH, það verið sniðut. Elvar Már spyr allar Hjöbbi aftur í kennslu til Hatta. Já, við þurftum alveg að skoða allar kennslur, annars er ég bara með hugan við vinnuna þessa dagana og þetta helvitis golf getur bara aðeins setið á hakanum, það þarf að vinna líka í þessu lífi. Ég segi alltaf eða út með starfsmann sem undir 8 fórgjöf rektan þá, því hann sé ómikið golfi og oflítið að vinna. Er það undir 8, er það bara með þér? Já, þá veistu að þú með eitthvað sem er ekki að sinna vinnu sinni. Ok. Dóttar fútból, takk fyrir sig. Við verðum aftur klukkan 10 í fyrramálið, það er að segja morgun þriðjudag. Verið sæl.